Hæ, ég heiti Anton Kærlisteð frá Dale Kærlisteð. Þið verðið að hafa mig afsakaðan dag hversu fínn ég er klæddur af því að ég var semst á verðlaunaafhendingu. Þar sem ég vann ein verðlaun. Mér langaði bara að láta ykkur aðeins vita. En nóg um mig. Áður en ég fer yfir það sem ég ætla að fara yfir í dag, þá ætla ég aðeins að fara yfir það sem við fórum í síðustu viku. Mér langaði bara að þakka öllum sem að gátu nýtt sér Gaia, Kronos Gaia, Eris og Kronos. Allir sem eru byrjar að skipuleggja sig á fullu eftir síðasta snappið mitt. Mér langaði bara að segja ykkur öllum að bara daily, segið öllum frá því hversu skipulögg þið er. Ég persónulega hef tekið eftir því að fólk elska það þegar það sér myndir af kannski góðu skipulagi og hversu frábært það er hjá þér. En í dag ætla ég að fara yfir sýnilega og ósýnilega sjálfið. Og hvernig þið getið notfært ykkur það. Byrjum bara á sýnilega sjálfinu. Sýnilega sjálfið er allt sem að þú heldur að þú sért. Og í rauninni allt sem að þú vilt að fólk haldi að þú sért. Það er spegilmyndin. Hér er gott dæmi sýnilega sjálfið. Hér er hún Stella að sína nýja hundinn sinn. Hún skrifar undir, oh my god, var að fá nýjan hund, #ánægðist. Hér gríp ég gæsina og sýni smá sýnilega sjálfið mitt. Mér er í raun drullu saman með þennan hund, en ég kommenta. Gói Sportnett segir, ógeðslega sætur hundur, ég á Maltese og elska hann. Vel gert Anton, þarna komst þú inn í umræðina og lést hann að snúa þess meir þig. Núna veit hún Stella að ég elska hundar líka, sem er í rauninni rangt af því að ég hata þennan hund. Það er í rauninni ósýnilega sjálfið. Allavega, ég er með annað dæmi fyrir sýnilega sjálfinu og það er myndið líka á Instagram. Ef að þið þurfa að rækta eins sjálfið ykkar, þá mæli ég með að nota samfélagsmiðla. En í þessu dæmi sem ég ætla að sýna ykkur, þá er ég að pósta sjálfur mynd á Instagram. Hér er ég búinn að pósta mynd af stofunum minni og nýja vasanum mínum. En hér er akkurat kjörið tækifæri til þess að henda inn í smá meiri sýnilega sjálfurniðinu. Ég læt í rauninni fylgja með myndinni dagbók sem sýnir hversu skipulagður ég er. Og eins og ég nefndi áðan, þá vill fólk sjá hversu skipulagður þú ert. En ekki nóg með það að ég set dagbók þá set ég líka annan eittalafasa og viðurkenningaskjal frá Dale Kærlisteð. Viðurkenningaskjali er í rauninni bara til þess að sýna hversu frábær manneskja ég er. Nú ætla ég að fara bara á Instagram og ég ætla bara að hrósa fólki. Með því að hrósa fólki þá ertu að gera daginn þeirra ennþá skemmtilegri. En í raun ertu líka að gera þig að betri mannesku í auga allra. Við ætlum ekki að vera að vinna með Facebook í þessu tilfelli, við ætlum að fara inn á Instagram. Þar sem við ætlum að finna ykkur mynd og við ætlum að hrósa. Hér er Glódís í sólinni í Danmörku sýnist mér, ég ætla að kommenta á það. Jæja, þá er ég búinn að kommenta myndina og ég skrifaði æðisleg myndaður í Danmörku. Ég væri alveg til að vera í útlöndum eða það væri ekki svona mikið að gera hjá mér alltaf, fróskall. Þarna sýni ég í rauninni hvað er mikið að gera hjá mér á Íslandi. Hér er mynd af Melkorku. Ég ætla að kommenta líka á það, þetta er skemmtileg myndaðin. Og hér endurtek ég mig. Æðisleg mynd af ykkur, ég er sjálfur að fara að spila í kvöld með nokkrum velverðum. Kannski að maður fái sér einn bjór en svo beint í háttinn því það er nóg að gera hjá mér á morgun. Þarna segir henni líka að það sé nóg að gera hjá mér á morgun og það er sunnudagur. En í rauninni þá er ég ekki að fara að gera neitt á morgun. En hún heldur það og allir sem lesa kommentin hjá henni. En núna var ég að fatta það að ég gleymdi að gera broskall. Þannig að þetta er svolítið passiv-aggressiv hjá mér. Þannig að best að við bætum við broskall. Þá er þetta orðið fullkomið. Svona getur þetta nú verið auðvelt. Núna vitið þið allt sýnilega sjálfið.
En það er náttúrulega líka til ósýnilega sjálfi, en við viljum í rauninni ekkert tala það. Allavega, vonandi lærðu þið mikið af mér og bara hversu frábært líf mitt er. En allavega, bara munið að vera þið sjálf, eða verið bara eins og samfélagið vill að þið verið, og já. Og við sjáumst kannski bara eftir viku. Ekki að fucking Snapchat. Ó nei, núna klúðraði ég smá. Ég var að fá skilaboð að ég skrifaði vasinn vitlaust. Það er náttúrulega mega klúður. Það er allt í lagi, svo lengi sem þið kunnið að skipuleggja ykkur, lítið vel út og eru bara alveg frábæra manneskja og þurfið ekki að staðsetja. Heyrðu þetta, Heiðrún. Þetta er flott myndband. Ætla kannski að taka myndband á morgun ef ég get. Það er svo mikið að gera. Núna ángríns held ég að hann sé að fara að gera eitthvað rosalega mikilvægt bara á næstunni. Það er svo mikið að gera hjá honum. Þess vegna getur ekki gert myndband. Svakalega skemmtilegt. Subscribe,